Sæl verið þið og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætlum við að nýta gullið, veiðivatnagullið eða gullið eftir hann Kára Ölversson og við erum að nota í gullið sem sé NS 118 númer 8 krók. Við erum að nota 4,6 mm kúlu, gullkúlu, af því þetta eru gulli, allt gullslegið. Þá vona að koma kúlur hérna á þetta. Við splæsum í tungsten kúlu á þetta sem er alveg vel stór. Og þetta er eitthvað 30 ár eða svo síðan Kári nýtti þetta, þessi fluga kom fram og var þyngri víst eins og stendur hún á Foss.is að hún hafi verið þyngri í upphafi vegna þess að það var svo lítið sökklínur, það voru nýtt með dumbbell-laugum. Það er rauður þráður í þetta. Ég ætla að nota Classic Wax 8.0 nema, ég ætla að nota þennan hérna. Sjáu það er smá litamunur á þeim. Þessi hérna sem ég ætla að nota er fluorescent, rauður. Sama, 8.0. Guli miðin er bara, eini munurinn er að það eru 110 metrar á þessari spólunni meðan það eru 220 þessari. Þessi 110 er því ódýrari og ég ætla að fá hana. Það sem að Semperfly er selt á Íslandi. Byrjum á því að vefja þessu bara hérna. Þetta er nú tiltölulega svona einföld fluga og ég held að það þekki þetta allir orðið í dag sem að veiða eitthvað upp í veiðivötnum. Það er að segja þessa flugu. Við erum að nota svona marabú sem er ginger litaður. Þessi frá Hands og fékk þennan í flugusport á Sölfossi hjá honum Svenna. Og við ætlum að fá hérna, tökum hérna aðeins í skottið, nokkuð góðan slurk. Helmingin af fjörunni eða svo. Og svo má með marabúfjæðarinnar hérna það sem eru langir endar hérna. Taka það svona sjáðu og haldi ég þetta hérna og reyta þetta niður svona þannig að það séu sirka bát jafn langir. Þetta er bölvuð suppu vinna sem fylgir stundum að vinna með marabúan en það er bara verður að hafa það. Bleitum þetta smá hérna, þá var þetta ekki út allt. Skottið, svona, hvað þetta? Þetta er zooma okkur hérna aðeins út. Þannig að sjáum betur skottið eitthvað, það er eitthvað þessi lengd sko. Það er búklengdin kannski. Eitthvað þannig, kannski aðeins lengra. Og munurinn á þessari flugu og þeirri sem er orginal frá honum Kára er sá að ég er náttúrulega samningsbundin Semperfly og er flengdur og steiktur á teini ef ég nota ekki efni frá þeim í vídeóin, ef það er til frá þeim. Þannig að ég þarf að nota í búkinn sem sé þetta gull efni frá þeim sem er bara holographic channel í gold sem er 8 mm. 8 mm fibers eða fanir eða þannig á. Það er ljósið að fara til einhvert, segjum það ekki, svona. Og við notum svo eru 6 þræðir af svona sem sé flasabúi í skottið. Þannig að komið smá flass.
Þá er nóg að taka í rauninni 3 svona og brjóta þetta saman sko. Saman. Þá er þetta að klippa þetta svona og þá eru 6 þræðir sinn hvorum megin. Og verða svona cirka báti jafnlangir. Og við þurfum að bíðum aðeins með þá og fara með tvinnan hérna aftur. Hingað. Til þess að festa þá og koma þeir svona. Það er cirka jafnlangir. Þetta er svona að þetta sé báðum megin. Fer alltaf fokt hérna. En ég skal sýna ykkur hvernig við lögum það. Tökum þetta bara hérna upp. Og binda þetta hérna þannig að þetta sé til friðs svona. Einhverju myndi segja að mætti nota meira efni í skottaugunum. Ég er alveg sammála því sko. Við eigum alveg hérna á fjörunni sem getur lagt ofan á bætt við það. Aðeins meira voljúm í það. Það er ekkert að því þannig sko. Það kemur þetta bara hérna á. Vegna þess að marabúin í vatni eða sem sé marabú efnið eða fjörinn þegar hún blotnar, þetta verður eiginlega ekki að neinu. Það er nú það sem er nú sannleikurinn með marabúin sko. En við erum að nota svona ginger sem ef til vill mætti vera kannski aðeins ljósar en þessi eða gulan jafnvel, menn er að nota gulan í þetta líka og það hefur alveg virkað. En við reynum að halda okkur eins nálagt upphaflegu uppskriftir og hægt er. Klippa þetta hérna aðeins svona og svo kemur náttúrulega haus á hana sem er dálítið sem er rauður og dálítið áberandi. Nú þurfum að það var eitthvað svona og þetta er ég talaði nú við Kára, hitt hann upp í Kerlingarlögninni á Stóra Fossvatni núna fyrir ekkert svo 2 ár síðan. Hann sagði mér að notaði bara almennt ekki aðra flugu í veður. Ég skal alveg trúa því, þetta er virkilega gott. Í búkinn þá eru að nota holographic channel sem eru 8 mm. Þetta er frá Semperfly og þetta er þá ekki alveg sama og Kári er að nota í orginalinn því hann er að nota sennilega Veniard UVAF channel minni mig. Það er sem sé já, gull channel large. Við erum að láta gera okkur Semperfly að góðu. Það sé ekki alveg eins en það virkar. Ég hef nú nýtt hana með þessu og veitt á hann upp í vatnum og ég hef nú alveg fengið á fluguna sko. Og byggja upp smá þráði hérna við hausinn þannig að þetta verður svona cirka jafnt þegar channel kemur yfir. Svo er nú til svona gullflugur. Golden Retriever er eitt patternið, það er frá Bandaríkjunum ef ég man rétt. Og svo er þetta til líka að þanga svona. Samt ekki nákvæmlega eins og gullið hans Kára. Nú ætla ég að fara með sko bustan í þetta til þess að reisa þetta upp þessar fanir sem að kremjast undir. Og þá er þetta svona. Og þið sjáu þetta er mjög byrjandavæn og einföld fluga í nýtingu. Getið framleitt margar svona á góðu kvöldi. Klippum við þetta hérna, svona. Gullið í burtu. Og svo er bara þráður. Það byggja upp haus.
og þannig að kúlan hérna sé ekki skröltandi, þá viljum við fá haus og það kemur þá í svona hotspot fyrir dóttir tráður ég, en það skiptir máli held ég að það sé hotspot á flugunni. Og reyna að nýta hana þá eins svona nálægt eins og höfundur nýttir hana upphálega. Gríðarlega góð flug upp í Veðurvatn. Ég fengi á hana. Svo hef ég nýtt þetta í einmitt svona útgáfum, við erum með gula fjöður hérna í staðinn fyrir þetta, jafnvel flúorsent gult virkaði líka. Ég er mjög hrifinn af öllu svona sem ljósgleypandi efni eða sem sé þessum flúorsent efnum, öllum þessum UV efnum. Það sem dæmi tvinninn sem ég er að nota hérna, eða þráðurinn hann UV. Svona, þá er komin haus á hana. Það var bara hnútur og ég vona Kári Alvers, vinur minn, vinur á Facebook og alles, og gaman að spjalla við alveg upp í vatnum. Ég var ekki með myndavélina, GoPro-in á mér, ég ætti að taka viðtal við hann á bakkanum. Eða bjóðun á það, bara rétt fyrir mér náttúrulega að spjalla við vatn. Það hefur verið gaman að heyra frá svoleiðis köllum. Hvað hefur að segja? Og hnúturinn klár, þá ekkert eftir nema bara like. Þið vitið hvað ég að gera. Setja like á vídeóið, deila því, styrkja rásina, styrkja mig í minni baráttu við bölvaða krabbamein. Og þið getið gert það með því að það linkur á PayPal mitt í lýsinguna á öllum vídeóunum linkur. Þannig getið lagt inn pening þar eða ítt á superlike takkan. En hér sem sé gullið, þetta skára, og zoom með aðeins inn, klárt. Þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeó. Takk fyrir.